Hann var áhrifamikill franskur guðfræðingur og prestur á tímum siðaskiptanna. Hann átti stóra þá í þróun kristinnar guðfræði sem svo síðar kölluð kalvínismi. Ég veit, hann er Martin Luther. Martin Luther er þýskur og hann var mótmælandi. En á siðaskiptum þekkti ég bara Martin Luther. Calvin fæddist árið 1509 í Norður-Frakklandi. Faðir hans, Gerard Calvin, var lögfræðingur og ritari kaþólskur. Gerard ætlaði son sinn að verða prestur. Árið 1523 sendi faðir Calvin hann til háskólan í París til að mennta sig sem prest, en skiptaði skoðun og bað hann að læra lögfræði. Að loknu námi stundaði Calvin nám við háskólana í Orléans og Bourges. Árið 1532 fékk hann doktorgráðu í lögum í Orléans en stundaði ekki lögfræði. Calvin sneri aftur til Parísar. Á þessum árum kynnist hann einu húsmannisma endurreisnartímans sem var hreyfing á þessum tími. Þessi hreyfing hafði það að markmiði að endurbæta kirkju og samfélag eftir bæði fornu og kristnum fyrirmyndum. Árið 1536 yfirgaf Calvin Frakkland og ætlaði að fara til Strasbourgar og eyða ævi sinni í að skrifa bókmenntir í friði. En eina nótt meðan Calvin var í Genf bar umbóta sinni og predikari í borginni William Farel Calvin að vera í Genf til að hjálpa sér að dreifa mótmælendatrú. Þó að hann vildi enn halda ferðinni áfram, samþykkti Calvin að lokum að vera áfram í Genf. Calvin dvaldi í Genf til dauðadags árið 1564. Mér finnst eins og sögumaðurinn hafði sleppt mörgum smá atriðum líf Calvins. Institute of the Christian Religion bók sem Calvin gaf út árið 1536. Hann sendi fram fyrsta konungi bókina til að verja mótmælendur og ráða á kaþólsku kenningar í Frakklandi. Hjónaband Jóhanns Calvin var hans leið til að segja skoðanir sínar gegn iðkuninni og knýja trúarleiðtoga til að halda áfram að lifa einlífi. Svo vill hann sjálfur að finna sér konu sem hógvær, fríðin, ekki hrokafull, ekki eyslusum, þolinmóð og ann fjölskyldu sína. Af hverju klífaði hann ekki upp í stiga til himins til að finna ævintýrið? Árið 1539 gifti hann Ítreda de Boer, ekki sem bjó í Strasbourg. Calvin trú breytist út frá því og alveg til Bretland og Frakkland. Calvin taldi að Guð hef allt frá upphafi ætlað hverjum manni annarkvor frelsun eða glötun. Í kalvinisma safnaða lífi meginatriði, menn áttu að vinna og biðja. Samkvæmt honum örlög manna fyrir fram ákvörðu af Guði. Sálin fer fram annarkvort til himinn eða helvítis. Guðrækni, vinnsemi og velgætni í veralegu lífi eru tilbyrðnist að menn séu útvaldir og hafi hlotið náð fyrir augum Guðs.